IBVF lék sinn fyrsta útileik eftir 2 sigra á heimavelli. FH tapaði sínum fyrsta heimaleik gegn Fram í fyrstu umferð, en þeir voru ekki nálægt í að tapa öðrum. Hafnarfjarðarliðið vann næsta auðveldan sigur. Afturelding lék sinn fyrsta heimaleik. Eftir 2 góða útisigra mætti KA í Mosfellsbæinn. Þeir voru engin fyrirstaða og öruggur sigur staðreynd. Afturelding eina liðið í deildinni sem með fullt hús stiga eftir 3 umferðir. Valsmenn fengu skell á heimavelli gegn FH í síðustu umferð og það aldrei auðvelt að fara norður. Þósarar voru nálægt í en töpuðu með minnsta mun. Torsóttur sigur Vals en mikilvægur. Það var há dramatík í leik Selfoss og Íslandsmeistara Fram. Fram hafði unnið 2 fyrstu leiki sína sannfærandi. Selfoss var með 1 stig en þeir gerðu svo lítið fyrir að unnu meistarana í miklum spennuleik. Það var eins vegar engin spenna í leik Hauka og ÍR. Aðalspennan var hve stór sigur Hauka yrði. Algerir yfirburðir frá A til Ö. Haukar hafa rétt sig við en ÍR aðeins með 1 stig. Eitthvað var undan að láta þegar Stjarnan og HK mættust því þau voru stigalaus. Stjarnan hafði betur með 1 marki í spennuleik. HK hefur tapað öllum sínum leikjum naumt og því ekki ástæða að örvænta strax. 16 marka sigur Hauka, 16 marka sigur, skora 44 mörk, ójafnt Afturelding 36 mörk gegn KA-mönnum, FH-ingar taka Eyjamenn og svo eru þarna 3 háspennuleikir sem voru allir á föstudaginn, Valur, Stjarnan og Selfoss.